Hrafn, glæsilegur sigur í Þorlákshöfn í kvöld. Hvað var erfitt að mótivera liðið fyrir leikinn eftir tæplega 60 stiga sigur gegn Snæfell í síðustu umferð? Nei, ég meina við töpuðum náttúrulega í bikarnum á sunnudaginn þannig að það var ekkert rosalega erfitt að mótivera liðið. Við reyndar við komum svona pínu svona overspenntir inn í leikinn. Ég held að við höfum alltaf að gera hlutina allt og fljótt og hugsuðum bara svolítið mikið. Og þá verður maður soft varnarlega og við vorum bara soft varnarlega og vorum einu skrifi aftarlega á alla menn og eftir að við fengum þetta höggið andlitið í fyrsta leiknum þá brugðust mínir menn alveg stórkostlega við og ég er ofboðslega stoltur af vörðin okkar í síðustu 3 leiknum. Þú nefnir að fyrsti leiknum var bara stórkostlegur fyrir Þórsara, 14. Og hvað breyttist það? Hvað fóruð að gera betur í hinum 3 leiknum? Ja, við fórum að stýra Carberry á það staði sem við viljum stýra honum og við fórum bara að snerta á miklu meira frá boltanum því að ef þú bara skiptir á skrínum og ert svona eitthvað frekar kærleikslegur þá bara færðu á þig backdoor og þá eru þeir konur í flæði þannig að þú verður bara að vera gróður en þú verður að láta finna fyrir þér frá boltanum á móti sig. Næsti leikur gegn Stólunum, það þarf að breyta miklu fyrir þann leik, upplæginu? Örugglega eitthvað. Ég meina, það er bara þannig levelið á þessari deild og þjálfararnir eru alltaf að reyna að lesa svona í leikina og þeir koma örugglega með okkur á móti okkur líka. Stundum er maður að reyna að skáta það sem hinn eru búin að skáta og það verður eitthvað öðruvísi. Við viljum allan að byggja áfram á þessum varnarleik, það er líkilatriði. Hlynur var ansið drjúgur í kvöld, fannst þér vanta meira framlag frá öðrum leikmönnum? Nei, ég held að ef þú lítur á skýrsluna þá sé bara ótrúlega dreifing stiga á milli leikmanna og ég meina Sjás með 17 og Artur og Dómur eru báðir yfir 20 þannig að mér fannst flæðið í okkar leik þessi síðustu 3 leik þetta mestmegnis vera gott og mjög ánægður með hvað er einmitt dreifður boltanum vel á milli sín. Takk.